Já, góðan daginn, komið sæl. Við verðum afkomukynningu hjá okkur í Sjóvá fyrir annan fjórðung árið 2025 og þar með fyrstu 6 mánuði ársins. Að vanda þá munum við þrjú fara yfir kynninguna. Ég mun svona fara að teppa þessu helsta, taka svona samantekt í glótu. Við vala fyrir betur yfir reikningin og þóruð yfir fjárfestingarnar. En við vindum okkur þá í afkomuna af öðrum fjórðungi 2025 að þá, eins og þarna kemur fram, þá eru svona töluvert miklar ríkir í báðar áttir, getur við sagt, í afkomun annars vegar af vátryggingarsamningum og hins vegar af fjárfestingum. En afkomun af vátryggingarstarfseminni, vátryggingarstarfseminni fyrir skatta er 690 milljónir, en tap af fjárfestingum fyrir skatt upp á tapa 440 milljónir sem gerir hagnað eftir skatt upp á 60 milljónir. Varðandi vátryggingarstarfsemina þá er hún að skila þá 92,1% fyrir þennan fjórðung sem er býslega gott, við ánægðum með og munum á milli fjórðunga þá frá því í fyrra skýrist fyrst og fremst af þessum stærri tjónum sem áttu sér stað fyrir ári síðan en til viðbót af því getur sagt að undirliggjandi er tjónaþróunin ágætlega hagfelld. Nú fóruðu þau betur yfir fjárfestingarnar eftir en eins og svo sem alkunna er að þá hefur svo markaður ekki verið beint öflugur undanfarið og það sést glöggt í okkar reikningum þar sem ávöxtun af fjárfestingareignum í stýringu er neikvæð upp á 0,1%. Tekjurnar eru neikvæðar upp á 56 milljónir og því tap upp á 87 milljónir af fjárfestingu fyrir fjármagnslið og skatta. En þetta skýrist fyrst og fremst af hlutabréfunum, það er að segja bæði skráðum og óskráðum hlutabréfum sem skila samtals neikvæðar afkomum tæplega 880 milljónir, en aðrir flokkar er að skila jákvæðri niður. Það er ánægjulegt að segja frá því á þessu fjórðungi eða kringum hann getur sagt, eða 19. júní þá vorum við að kynna til sögunar nýja tryggingu á tryggingamarkaði sem er meðgöngutrygging. Þetta er trygging svona skandinavískri fyrirmynd og hefur vakið mikla athygli og er það að tryggja mæður á meðgöngu. Það eru veldi sem eru að bjóða þar sem hafa ekki verið boðið áður. Það er vakið töluvert mikla athygli og hefur gengið vel. Ekki síður er þetta bara almennt vakið athygli vitund þess að tryggja og fá sér tryggingavernd hvort sem er á meðgöngu eða líka varðandi allar tryggingarnar hjá okkur sem hafa verið boðið lengi. En að þessu sögðu þá ætla ég að hleypa sér í völu með reikningi. Komið sæl. Nú, ef við skoðum afkomu síðustu fjórðunga, þá áttum við afar góðan fjórðung í vátryggingastarfseminni á öðrum ársfjórðungi. Skilar 690 milljóna króna hagnaði fyrir skatta á 92,1% samsettu hlutfalli. En á sama tíma er að sjá tap á fjárfestingarstarfseminni eftir áframhaldandi þunga eignamarkaði á þessum fjórðungi líkt á þeim fyrsta. Nú, vátryggingastarfsemin hins vegar vegur upp á móti þessum gangi á eignamarkuðum og hagnaður af starfseminni fyrir skatta af rekstrinum 309 milljónir. Nú við skoðum svo vátryggingasamningana á fyrstu 6 mánuðum ársins og sjáum við tekjuvöxt upp á 3,9% sem er ívið minna en við höfum verið að sjá undanfarin ár. En við sjáum eins og vöxt bæði á fyrirtækja og einstaklingsmarkaði og raunvöxt iðgjalda einstaklingsmegin. Nú, fyrirtækjamegin erum við ekki að sjá eins mikinn vöxt í umsvifum núverandi viðskiptavina sem að munar á fyrirtækjamarkaði, en auk þess er samkeppni töluverð á vátryggingamarkaði. Nú, við sjáum tekjuvöxt í öllum vátryggingagreinum fyrir utan ábyrgðartryggingarnar og helgast þar inni af bara breyttri samsetningu á vátryggingastofni fyrirtækjamegin. Það er að segja að þau fyrirtæki sem hafa komið í viðskipti hafa ekki verið jafn mikla vátryggingavernd ábyrgðarmegin líkt á þau sem hafa farið frá okkur. Nú á sama tíma er kostnaður af vátrygginga- og endurtryggingasamningum að dragast verulega saman og munar þar mest stórtjón sem féllu ekki til á þessum tímabili samanborið við 5 í fyrra. Það er að segja 5 brunatjón í fyrra.
og því til viðbótar þá var tjónaþróun hagfelld á tímabilinu, bæði á fyrsta fjórðungi og þeim öðrum. Nú rekstrarkostnaðir eru að aukast 5,1% á milli ára, rúmlega prósentustigi meira heldur tekjurnar og skilar þetta sér í umtalsverðri lækkun á samsettu hlutfalli sem fer úr 99,4% á fyrstu 6 mánuðum ársins 2024 í 91,1% á fyrstu 6 mánuðum þessa árs, sem að teknu tilliti til stórt tjón á þróunar nokkuð betra en við áttum von á. Nú skoðum svo rekstrarafkomuna á öðrum ársfjórðungi og þá eins og áður sagði vátryggingastarfsemin að skila mjög góðri afkomu og eins og komið hefur fram það munar það stórt tjónaþróun og undirliggjandi hagfellda tjónaþróun. Nú eignamarkaðir voru áfram erfiðir á öðrum ársfjórðungi og niðurstaðan því 60 milljóna króna hagnaður eftir skatta fyrir samstæðina. Nú 6 mánuðirnir, það svipaðar sögu að segja þar. Vátryggingastarfsemin að skila afar góðri niðurstöðu og hafandi það í huga að 5 stór brunatjón féllu á sama tímabili í fyrra, en þau útskýra til viðbótar við góða og hagfellda tjónaþróun þann viðsnúning sem á sér stað í afkomunni af vátryggingahlutanum. Nú rekstrarkostnaðir á vátryggingastarfsemi eru aukast 5% og eins og áður sagði það meira en tekjurnar og kostnaðar hlutfallið því að hækka lítillega á tímabilinu. En þarna sjáum við aðalega áhrif af auknum launakostnaði þrátt fyrir svipaðan stöðugildafjölda. Auk þess sem að kostnaður við rekstur og þróun og upplýsingatækni innviðum að aukast á milli ára. Og þar eru bæði að ræða verkefni sem snúa að því að efla enn frekar þjónustuleiðir félagsins. Þá aðalega þær stafrænu. Þær hafa verið í sífelldri þróun hjá okkur undanfarin ár og það verkefni sem heldur áfram. Og sama tíma erum við líka að efla okkar tækni innviði enn frekar. Nú síðast í vor með stórri uppfærslu og fjármála og tryggingakerfi félagsins og þannig sjáum við enn fleiri tækifæri til að einfalda ferla og auka skilvirkni í rekstrinum. Af því að þar opnast bara tækifæri til að nýta fjölmörg tækifæri sem að liggja í því að vinna í nútímalegu tækniumhverfi. Nú til viðbótar við það erum við vel vakandi yfir aukinni áhættu sem að felst í upplýsingatækni og ekki það sem snýr að því. Og höfum við verið að efla okkar varnir töluvert og því fylgir aukinn kostnaður. Rekstrarkostnaður engu að síður að þróast í takt við þær áætlanir sem við settum upp á árs. Nú eins og áður sagði þá hafa eignamarkaðir verið afar erfiðir þessum ári og sveiflast mjög mikið undanfarna mánuði og afkoman töluvert undir væntingum. Nú fjármagnsliðirnir haldast ennþá háir og þar sjáum við áhrif hás vaxtastigs og samhliða því vaxtalækkun frá áramótum. Þessi liður því að aukast á milli ára. Nú óvenju hátt tekjuskattshlutfall bara tilkomið vegna þess hvernig afkoman að myndast í samstæðinu, það að segja aðalega vátryggingastarfseminni og í afkomu af skuldabréfum. En neikvæð gangvirðisbreyting hlutabréfa kemur ekki til frádráttar á tekjuskattsstofni félagsins. Og niðurstaðan því 479 milljóna króna tap eftir skatta. Nú gjaldþol og gjaldþolskrafa eru litlar breytingar þar á milli fjórðunga. Nú gjaldþolið hreyfist lítillega en gjaldþolskrafan sömuleiðis. Hún hækkar aðeins og það aðalega vegna þess að vátryggingaáhætta að aukast í takt við stærri vátryggingastofn og hærri skuldbindingar vegna vátryggingasamninga. Nú markaðsáhættan lækkar á fjórðungnum aðalega vegna lægri hlutabréfaáhættu og samþjöppunaráhættu en samhverfur aðlögunarstuðull að hækka áfram sem að dempar þessa lækkun á markaðsáhættunni. Og þetta skilur okkur gjaldþolshlutfalli sem undir viðmiðum stjórnar annan fjórðunginn í röð. En það í rauninni helgast af þungum eignamörkuðum og þessari þróun á samhverfum aðlögunarstuðli sem í grunninn ætlað að dempa sveiflur á mörkuðum en að virka í þveröfuga átt á okkur af því að vísitölur hafa verið að þróast með öðrum hætti í Evrópu heldur á Íslandi.
Það í rauninni ekkert óeðlilegt við það að sjá þetta hlutfall fara undir viðmið stjórnar innan ársins. Og auðvitað það þannig að þessi viðmið liggja til grundvallar hjá stjórn þegar hún tekur ákvörðun arð. Og við höfum töluverða stjórn á kröfunni sjálfri og höfum ekki metið í rauninni stöðuna þannig hingað til að það þurfi að grípa til einhverju róttækra aðgerða með breytingu á eignasafni eða fjárfestingarstefnu. Við sjáum svo efnahagsreikninginn. Hann hefur ekki breyst mikið á fjórðungnum, en frá áramótum sjáum við aðallega áhrif af arðgreiðslunni. Við sjáum líka aðrar kröfur og viðskiptaskuldir hafa hækkað umtalsvert og þetta í rauninni óuppgerð verðbréfaviðskipti sem að standa óuppgerð mánaðamótin og ýkja svona sveifluna á þessum lið frá áramótum. Við sjáum skuldbindingar vegna vátryggingar vegna orðinna tjóna lækka á fyrsta fjórðungi og sem var tiltölulega óvanalegt en það var mikið útgreiðslur á stórum tjónum á þeim fjórðungi en svo hækkar hún aftur á þessum fjórðungi. Og efnahagurinn sem fyrir afar sterkur. Þórður. Já, eins og fram hefur komið að þá var afkoman af fjárfestingum slök á öðrum ársfjórðungi. Ávöxtunin var neikvæð 0,1% og fjárfestingar samtals 11 milljónir. Ef við horfum á safnið sjálft þá eru ekki miklar breytingar á safninu. Við héldum hlutföllum í hlutabréfum tiltölulega óbreyttum á milli fjórðunga. Þegar heldur lægra en oft hefur verið en við héldum þessu óbreytta hlutfalli. Við sjáum ávöxtun hlutabréfa á fjórðungnum var 4,8% í neikvæð og skýrir þessa slöku afkomu. Og það skýrir sig annars vegar af því að afkoma á hlutabréfamörkuðum almennt var léleg eins og sjáum á vísitölunum og við náðum ekki að halda í við það. Afkoma á skuldabréfum var ágætt og samt heldur kannski minna en maður hefði búist við að sjá. Og þetta skýrist af því að það er kannski að renna upp fyrir markaðinum að verðbólga muni haldast lengur og verða þrálátari heldur kannski menn gerði sig vonir áður. Við erum í 4% raunvöxtum og ekki útlit fyrir að það raunvaxtaráð færi lækkandi að neinu ráði í bráð. En svona að því sögðu að þá kannski líka að nefna að þessi fjórðungur var mjög öfgakenndur. Í apríl var töluvert tap vegna þess að þá kannski fylgdi Íslandi einhverju leyti alþjóðlegri þróun út af tollatali Trumps. Maí var hins vegar besti mánuður sem við höfum séð bara í mörg ár en síðan júní á móti alvesti og þetta vegið meðaltal úr þessum mánuðum. Þessi alþjóðlega þróun hún virðist það ekki hægt að leita skýringa í henni fyrir slöku gengi á Íslandi. Það meðan að markaðir hafa sér rétt í öðrum löndum að þá sitjum við svolítið eftir. En fyrst og fremst þetta þessi skortur á vilja til áhættutöku og síðan hárður umvexti sem að skila þessari slöku niðurstöðu. Og ef við horfum á þetta það sjáum við að í eignasafninu þetta ákaflega tíðindalítill fjórðungur. Skiptum inn á milli fyrirtækja. Bættum við okkur í Arion og Kvikum aðeins við okkur í Íslandsbanka og dönsum aðeins á milli fasteignafélaga. Skuldabréfum þá sjáum við að þá nettó niðurstaðan af æfingum fjórðungsins engin vegna þess að bæði líftími og verðtryggingarhlutföll haldast nánast óbreytt. Þannig að við erum bara ennþá að keyra sömu stefnu við höfum gert og ég sé enga ástæðu til þess
að breyta því í bíl eða bráð. Nú, hérna erum við með þessa fínu afkomubrú fyrir hálfárið og afkoman á fyrstu 6 mánuðunum mínus 1,1% sem eru þetta miklu verra heldur en við gerðum ráð fyrir og mun verra en við getum nokkuð orðið ánægð með. Og megnið að tapinu skýrist af hlutabréfum og þess að við höfum oft séð löng tímabil sem að hlutabréf hafa skilað litlu og ávöxtun virðist yfirleitt koma á mjög stuttum tíma þegar hún kemur og við höfum ennþá trú á þessum fyrirtækjum sem við eigum í. Við höfum ekki séð annað en góðar fréttir úr resti þeirra fyrirtækja sem eru kannski vaxtamegin og fyrirtækin sem eru það sem mætti kalla virðismegin, að þau eru lágt verðmetin í sögulegu samhengi. Þannig að einhvern veginn segja við erum enn við sama heygarðshornið. Aðeins bara summurum það upp, en kannski áður en kemur að því þá láðist mér að geta þess í upphafi að þeir sem eru að hlusta, þeir geta sent fyrirspurn bara inn á fundinum sjálfum eða á fjárfestar@sjóvá.is ef einhverjar spurningar eru. Og hérna sjáum við þá bara svolítið í hnotskutt hvernig annar fjórðungurinn svona öfgakennt tvískiptur, annars vegar í fjárfestingarpartinum og hins vegar í afkominu af vátryggingarsamningum. Og í báðum tilvikum eru ekki margir svona fjórðungar. Það að segja annar fjórðungur þessa árs býsna sterkur í vátryggingarmegin, svona í sögulegu samhengi, svona kannski þannig síðustu 5 ár eða svo. Samanskapi eru þeir ekkert margir þó að það hefur verið síðasti fjórðungur líka í fjárfestingunum, þá eru þeir ekkert margir svona mikið útslag getur við sagt. En það má líka segja að það þá sammerkt með báðum þessum fjórðungum þar sem árið þar sem fyrst á öðrum að öfgættir eru býsna miklir í báðar áttir þar sem árið. Nú samsett hlutfall, þarna sést það sem að Sigríður Vala fór yfir áðan, það sem maður kannski skilur á milli, fyrst og fremst afkomuna núna og í fyrra afkomuna af eignatryggingum. Þessir 3 dálkar lengst í vinstri mynda 75% af tekjunum okkar. Það ekkert launungamál núna frekar en ég tæpt á áður, og sérstaklega frjálsar ökutækjatryggingar eru moving target getur við sagt, ef maður sletta, og við erum með augun á þessum. Þetta eins og áður þessir flokkar, bæði lögbúnir ökutækjatryggingar og frjálsar. Þetta svona, þarna verðnæmnin, þarna samkeppnin og margar hátt getur við sagt að þetta sé þá kaupendahmarkaður einhverju leyti, það að segja. Afkoman þarna ekki og endurspeglar ekki tjón sem þarna verða. Það má líka fara rök fyrir því eins og í frjálsum ökutækjatryggingum að við tryggingafélögin og það ekki síður þá bara neytendur þessa lands svolítið að borga fyrir innviðaskuldina sem á þjóðum landsins, vegna þess að það gríðarlega stórt hlutfall af þessu eru tjón eins og frambúðutjón og svona út á bílum annars slíkt þar sem að stengast að regna yfir bíla. Annars lítið þetta að segja í heildina nema þetta eins og við höfum sagt, þetta stabilt og gott, stabil og góð niðurstaða í vátryggingarmegin. Eins og komum við fram þá eru tæplega 480 milljóna tap eftir skatta, en tvískiptingin þarna hagnaður upp á 100 milljónir og vátryggingarsamningunum en tap og þetta 16 milljónir af fjárfestingu fyrir skatta. Samsett hlutfall 91,1% sem við erum býsna ánægð með. Í því samhengi og það sem kom fram í máli Sigríðar Völu áðan eitt af því sem mér finnst rétt að tæpa á líka að við erum að koma á tímabili eða tímabilum, getur við sagt, við erum að koma úr árum, nokkuð mörgum árum þar sem vöxtur hefur tölvöld mikill og jafnvel svona bilinu í kringum 15%. Við sögðum þá og segjum núna að vöxturinn og sér ekki okkar höfuðmarkmið, það arðsemin, það var líka á þeim tíma þegar vöxturinn var hvað mestur og það sama núna. Við reiknum alltaf með því að þetta myndi svona stabiliserast. Við gerðum okkur ekki það í hugarlund að við myndum vaksa inn í hið óendanlega. Þetta myndi það stabiliserast og verkefni hér eftir sem hingað til að stabilisera reksturinn og skila góðu búið þar.
Hvað var það horfurnar, þá sjáum við ekki ástæðu til að breyta þeim. Það er horfurnar fyrir bæði árið 2025 og til 12 mánaða. Við erum að gera ráð fyrir því að afkoman af vátryggingarsamningum fyrir skatta verði á bilinu 1700 til 2400 milljónir og samsett hlutfall verði á bilinu 93 til 95%. Það má þá reikna með því núna með við að 6 mánuðir séu liðnir að við séum í efri hluta afkomur af vátryggingarsamningum og neðri hluta samsettar hlutfallsins. Það ber þá að hafa í huga að eins og í fyrra þá koma stórt tjón, 4 stórir brunar á einni viku í fyrra, þannig að við sjáum bara betur hvernig framvindur, getur sagt, á þriðja fjórðungi. En eins og komum við fram líka hjá okkur að svona undirliggjandi rekstur sér frá þessum stóru tjónum hefur verið góður. Og við gerum átt með því að það haldi en viðnáðsaflir. Nú aðeins þá bara að reksturinnum til frekar upplýsingar, það er að segja við fengum niðurstöðu úr sjálfbærni metri reitunar. Þar erum við með sömu einkunn og í fyrra, 80 stig af 100 mögulegum. Í flokki við erum ánægð með þessa niðurstöðu, þetta er svona umfram markaðinn, þá sem að láta meta sem þess hætti, það er 73 stig af 100. Og kröfurnar eru sífellt að vaxa þarna, þannig að það að standa í stað með einhverjum þessa er bara býsna gott og annað en eftir okkar hálfu. Nú, í annars sinn þá var framkvæmd könnun, það eru sömu markaðsaðilar sem að framkvæma þá könnun eins og ánægjuvogina, sem sjálfbærni ásins sem talað þar sem við að kalla eftir afstöðu einstaklinga í garð fyrirtækja svona þeirra framistöðu í sjálfbærningu. Þar er sjófa aftur annars sem efst í þeirri könnun sem er býsna gott. Þá bara aðeins að öðru sem líka er vert að geta á þessum fjórðungi að stærsta vinnustæðagreining hérna á Íslandi er framkvæmd og byggt á öðrum ársfjórðungi þar sem er Vafra-könnunin og þar er sjófa fyrirtæki ársins 2025 og fyrirmyndafyrirtæki af sama skapi. Þetta er okkur mjög mikilvægt vegna þess að við breytumst ekki á að segja að það er okkar höfuðmarkmið og svona höfuðstefna er að hlúa vel að mannauðsmálum, hlúa vel að þeirri menningu sem hér er og við trúum því að með því að gera það þá veitum við afburðaþjónustu og það hefur líka skilað sér þá í ánægjuvoginu en það skilar sér fyrst og fremst í rekstri fyrirtækis. Við erum þjónustufyrirtæki. Þetta er því mjög mikilvægt. Og að þessu sögðu þá erum við tilbúin í spurningar ef einhver og það ekki veitum ef slíkt er. Líka þetta árétta það eins og áður að svona stærri fjárfestar og greinendur þeir eru meira en velkomnir og hafa degi þau boð að koma hér og hitta okkur þegar þeim hentar. Það bara láta þau vita með það. Einhverjar spurningar í sal? Já. Ein spurning á kvóta. Hvernig eru nýja dílega og hvernig ykkar skoðun á að greiningarar og Seðlabankinn séu að spá hærri vöxtum og verðbólgu lengur en menn gerðu áður ráð fyrir? Já, við náttúrulega fyrir einhverjum 3-4 mánuðum síðan þá styttum við skuldarasafnið og við erum með líftíma í kringum 7,6 ár og við erum með töluvert mikið hvað verðtryggingarhlutfallið 52% ef maður rétt og þannig að það er bara þannig útgert. Þess að maður velta fyrir hvort einstakir eignaflokkar séu góð vörn gegn verðbólgu og reynslan svona almennt sýnir að það er lengi sem er því bara nema þá verðtryggt og helst með eins og það lítið hægt er. Þetta verðbólga, hún bjagar alla fjárfestingu í hagkerfinu og dregur úr innan fjáreigna. Það er komin inn á netinu. Nú hafa VÍS og TM birt samsett hlutfall á öðrum fjórðungi sem kemur betur út þrátt fyrir að það sé vissulega gott hjá ykkur. Er samsetning á iðgjöldum að skýra þann mun? Það er seasonality að skýra mun.
Já, nú sko svörum við bara fyrir okkur í þessu og þetta eins og við komum fram í okkar kynningu, þá þetta fjórðungur sem er góður. Hann er góður í öllu samhengi. Hann er góður bæði í svona sögulegu samhengi og seasonality getur við sagt eins og við tökum 6 mánuðina, þá getur við sagt að punktstaðan sé bara sterkari heldur en almennt hefur verið á þessum 2 fjórðungum. Vegna þess að fyrsti fjórðungur var afar sterkur. En það er ekkert sérst sem að vera að lesa í það að öðru leyti. Við tölum það í fyrsta fjórðungi að allt tíðarfar var hagstætt sem að getur lotið að bæði tjónum á ökutækjum og munum. Þannig getur það verið seasonality en ég held að ég get ekki stjáð afkomu hinna í því samhengi. Fyrir spurningar? Ég var nú að stofna með spurningin. Ég velti fyrir mér af hverju það var ekki tekin svo ákvörðun að uppfæra afkomuspá vátryggingarhlutans, þar sem að gangur félagsins á fyrri hluta ársins í þeim rekstri gengur nú bara mjög vel. Þetta er bara mjög góð spurning. Þetta heyrist alveg ekki. Takk fyrir þessa spurningu. Hún er mjög góð. Við hlökkumst við henni. Þeir sem til okkar þekkja geta alveg séð það að við höfum ekki talið ástæðu á þessum tímapunkti að uppfæra afkomuna okkar. Og eins og hefur verið nefnt, ekki sem er áhugavert líka, að þegar við stóðum hér fyrir ári síðan með 5 bruna, það rauk upp úr okkur á þeim tíma, ný komnir inn, að þá sáum við heldur ekki ástæðu til þess að breyta til hins verra. Afkoman var undir horfum. En við náðum þetta tilbaka með góðum síður 6 mánuðum. Það er eiginlega sama sjónarmið uppi núna. Árið er hálfnað og við erum að draga það fram að það er mjög margt sem getur gert, bæði pósitíft og negatíft á ekki lengri tíma en 6 mánuði. Það er frekar á þriðja fjórðungi ef að þróunin heldur svona áfram, þá gerum við okkur alveg grein fyrir því að það var líkurnar á því að vera verulega undir. Þá er þetta ekki tímamarki í því. Ef það er ekki fleiri spurningar, þá ég þetta bara að bæta okkur kaffi og jafnvel kleinu og við getum tekið spjallið eftir útsendingu. Takk kærlega fyrir komuna.